Það Tómas, heldur betur viðburður eitt tímabil að baki á Hearts. Hvernig bara svona gerirðu þetta fyrsta tímabil í atvinnumennsku? Já, eins og segir, viðburðaríkt, bara, þú veist, lærði mikið og já, bara svona þokkalega komin inn í þetta allt bara og þetta var bara, já, mjög lærdómsríkt tímabil. Þetta farið hennan töpuð þessum úrslitaleik gegn Celtic í loka umferðinni. Svona, ef við byrjum á þessum lokasprett, var svekkjandi fyrir þig að vera meiddur í þessum endakafla? Já, þetta var það. Þetta er ákveðin pyntingaraðferð, sko. Þetta var mjög erfitt að þurfa að horfa á þetta. Þú veist, þetta gekk vel fram að síðasta leik og það var svona ákveðin pynting. En jú, alltaf erfitt að horfa á liðið sitt spila og geta ekki hjálpað til og hvað þá þegar þetta er svona gaman. Varstu alveg frá að var einhvern tímann möguleiki að þú gætir, þú veist, verið í hóp? Ég brýta mig kinnina og byrjaði að hæfa aftur og þá tóknaði ég fram með læri og það bara eftir myndtökunum kemur ljós að tímabilið er búið. Hvernig gerur bara þessa baráttu við Celtic upp? Það voru margir dómar sem fjallu með Celtic og eitthvað þannig. Nei, þetta er náttúrulega bara, þetta er risinn í Skotlandi og maður finnur alveg fyrir því en þetta var bara geðveikt og upplifði þetta á fyrsta tímabilinu og bara frábært og jú, þetta er náttúrulega mjög svekkjandi hvernig þetta fór allt og svona, jú, það er hægt að rýna í dóma og allt það en það er kannski einhver leikur sem við hefum getað unnið bara og þá væri þetta okkar en jú, einhverjir dómar svona sitja líka í manni en þetta er bara fyrst og fremst við. Eins og þú segir, bara voru leikmenn Hearts, þú veist, fór þetta í taugarnar á okkur, þú veist, hvað fjall mikið með Celtic? Þú veist, já, maður, þú veist, það er allra á samfélagsmiðlum og ég meina þú getur ekki skrollað þá án þess að fá upp einhvað af boltanum og hvað þá þessum dómum sem fjallir með þeim og ekki okkur en það er bara pirrandi en svona er þessi íþróttir, það getur ekki allt gengið. Hvernig var bara svona andrúmsloftið á þessum lokadegi í lokaumferðinni? Bara gott, sko, svona þangað til að, þú veist, við þurfum að ferðast þeim í fílu, sko. Það var bara menn vel stendir og gistum í Glasgow þarna yfir leik og menn voru bara gíraðir í þetta og það sást alveg í leiknum, þú veist, við vorum bara þokkalega góðir þangað til það voru 8 mínútur eftir. Einhverju sem settu spurningamerki við að þessi leikur væri ekki spilaður á heimaliðinu hjá heimavelli Hearts sem var á toppnum auðvitað fyrir Tvík? Já, þetta er einhvað í annað skipti sem þetta skýður á einhverjum 20+ árum en við vorum náttúrulega búin að fá 2 heimaleiki á móti þeim í þessari þreföldu umferð fyrir splitt. Þannig að við hefðum alveg mátt fá hennar heimaleik en svona er þetta. Hvernig bara svona, eins og þú segir, bara þetta fyrsta tímabil kom á óvart í hversu stórri rullu þú varst svona í byrjun? Já, það má alveg segja það. Ég fór bara út með það markmið að þú veist, reyna að aðlagast sem fyrst og fá eins mikið af mínútum ég gat og ég fór að spila ansi mikið áður en ég meiddist og jú, það kom mér alveg óvart en það líka bara sýndi mér að ég á alveg erindi í þetta. Skóski boltinn hendaði þig vel? Já, það má alveg segja það. Ég, þú veist, mikið hlaup og barátta og en já, þetta er, ég held ég var í ákveðnu standi þegar ég fór út en ég átti alveg svolítið í land með hlaupagetu og svona hvar ég var stattur þegar ég var heima. Hvernig er bara að vera leikmaður í Skotlandi? Þetta bilaðir áhorfendur, mikil umgjörð, hlýtur að vera skemmtilegt? Já, þetta er mjög gaman, þú veist, fyrsta tímabilið og þetta er ekki í atvinnumennsku og ekki slæmur stað til þess að byrja á og þetta er ákveðið viðbragð frá litla Íslandi og bara geðveikt, þú veist, umgjörðin í kringum fótboltann og aðdáendurnir, þú veist, þetta er bara alveg læti. Þetta er svona, já, þetta er þessi breski fótbolti sem maður vil lýra í kringum. Hvernig var það, fannstu svona, þú veist, í þessum lokasprett, fannstu að fólki í Skotlandi, var það að halda með Hearts? Já, ég held að einhverjir Hibs aðdáendur voru farnir að vona að við myndum vinna þetta, þannig að við getum, það væri eitthvað annað lið en risarnir 2 sem væri að berjast þetta, en þú veist, við náðum að split the old firm, vil ég segja, og þannig að jú, það var víða í Skotlandi var fólk farið að halda með okkur og ég held svona utan Skotland líka.
Það gekk saga að Sir Alex hafi verið á Hearts-leik og hann hafi sagt að þú vorir besti leikmaður Hearts. Hefurðu heyrt þessa sögu? Já, ég held að þetta hafi nú verið einhver kryddað þetta rataði hingað en jú, hann talaði einhverjum fögurum orðum hann en heyrði ég og en bara geðveikt að hann hafi mætt á leik og sé mann spila, maður er United maður, þannig að þetta var bara geðveikt. Hittið þú hann eitthvað þannig? Nei, hann kom samt niður og kíkti inn á skrifstofu til þjálfarans en ég hefði betur átt að banka upp að þegar hann var þar. Hvernig bara svona, nú ertu byrjar áður og meiddist, varst að banka á dyrnar á landsliðinu. Hvernig hefur eitthvað rætt við Arnar landsliðið? Nei, ekkert svoleiðis og það gerist einhvern tímann, það var það bara frábært en maður getur ekkert gert nema að spila í sínu fjárslið og síðan kemur það bara í ljós. Svekktur að fá ekki kallað þarna í marsminum? Nei, ég get ekki verið svekktur sko, ég er bara nýkominn út og maður er bara ennþá að þróast og það kemur einhvern tímann, það er bara frábært, þetta er bara frábæri leikmenn á miðjunni í landsliðinu þannig að ég get ekki verið svekktur. Nú fer að styttast í HM, þú hlýtur að vera halda með Skotlandi? Já, það má alveg segja það, ég held með þeim og ég held með þeim, ég var að segja það. Svona fannstu fyrir miklum HM anda þarna úti þegar þú varst þarna? Já, það var það alveg, við vorum alltaf með 2 leikmenn Hearts í liðinu, Craig og Shankland, en Shankland er náttúrulega ekki með okkur lengur en á meðan við vorum úti þá voru þeir báðir í landsliðinu og maður fann alveg fyrir miklum anda og stemmingu, þú veist að ég hafi ekki verið að hafa síðan 98 held ég að sé og jú, það var gríðarleg stemming. Craig Gordon, ég held að það sé elsti leikmaður HM, svona góð karakter? Já, geðveikur, ég sitt liðan honum í klefanum og það er mikil viska sem kemur út úr honum að hann hefur gengið í gegnum þetta allt og geðveikur innan sem þetta vallar. Takk hérlega. Takk.